Ekkert hefur heyrst frá tónlistarkonunni Möggustínu eftir að hún var handtekin af ísraelska sjóhernum í nótt. Móðir hennar biðlar til stjórnvalda að fá dóttur sína lausa. Utanríkisráðherra í samskiptum við milligöngumenn. Umboðsmaður barna fer fram á opinbera rannsókn á afdrifum barna sem dvalið hafa á meðferðarheimilum. Móðir unglingsdrengs sem glímir við fíknivanda segir meðferðarúrræði fyrir ungmenni hér á landi skrípaleik. Og þetta bara okkur sem þjóð bara til skammar. Þetta börnin okkar sko. Stýrivextir verða óbreyttir 7,5%. Seðlabankastjóri segir enn ekki tímabært að lækka þá þrátt fyrir kólnandi hagkerfi. Mikil vonbrigði segja aðilar vinnumarkaðarins. Farið að bera á eldsneytisskort í Rússlandi því Úkraínuher hefur aukið árásir og olíuhreinsistöðvar. Á Krímskaga bensín skammtað. Íslensk stjórnvöld vilja fá undanþágu fyrir matvæli sem innihalda erfðabreytt efni áður en evrópskar reglugerðir slíkt verða teknar upp hér á landi. Þekktasta vörumerkið Seriós sem hefur verið á borðum Íslendinga í áratugi. Komiði sæl. Móðir íslensku tónlistarkonunnar og aðgerðarsinnans Möggustínu biðlar til íslenskra stjórnvalda að fá dóttur sína lausa og þrýsta sem aldrei fyrr á Ísrael að láta af árásum á Gaza. Möggustína var handtekin af ísraelska sjóhernum í nótt. Ef þú ert að horfa á þetta vídeó, þá hefur Ísraelsher sem fremur þjóðarmorð í Palestínu ráðist á okkur að hafi úti og okkur hefur verið rænt. Ég biðla til allra vina minna, fjölskyldu og félaga að þrýsta á íslensk stjórnvöld til að krefjast lausnar minnar nú þegar og slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Ég veit að þeir voru búin að undirbúa þetta allt saman, en þá auðvitað þegar gerist, þú veist, þegar hluturinn gerist, þá kemur það illa við mann, satt að segja, sko. Hérna má sjá þegar ísraelski sjóherinn nálgaðist frelsisflotann í nótt og skipið Conscience, þar sem Möggustína var borð ásamt 90 öðrum. Ísraelskir hermenn eyðilögðu myndavélar borð og handtóku alla. Ég náði í hana sem sagt þar sem hún var að sigla, svona síðasta spölin af þessum hættulega stað þar sem jafnan hefur ráðist á skipin og þá vissi hún að þetta var yfirvofandi. Þetta hafi Möggustína hins vegar þurft að gera. Og svo þetta náttúrulega eyðilagt í lokin sem eitt almesta illvirki sem ég get hugsað mér. Að nokkrir menn geti framið að það er að halda sem sagt mat frá sveltandi fólki, deyjandi fólki, hjálpargögnum frá deyjandi fólki. Þau ætluðu sér annað auðvitað en það brást. Sólveig segist bera þó von að þó hópurinn hafi ekki komist á áfangastað, þá hafi ferðalagið áhrif og veki fólk til umhugsunar þann hrylling sem eigi sér stað á Gaza. Sá heimur sem við ólust upp í og byggust við og væri kannski varanlegur, hugsanlega, hann hefur hrunið. Menn bara horfa í síman sín og bara eitthvað barn skotið í höfuðið og það bara, maður heldur bara áfram með morgunkaffi sitt. Þú veist. Það allt hrunið einhvern veginn. Þá var þess krafist í dag að utanríkisráðuneytið fordæmdi handtöku Möggustínu. Utanríkisráðherra segir að ráðuneytið sé í samskiptum við milligöngumenn en gat ekki tjáð sig hvort handtakan hefði verið ólögleg eða ekki. Hefur áhyggjur? Áhyggjur? Já, auðvitað hef ég áhyggjur. Ég bara trúi því samt að hún komi heil heim. Bjarni Már Magnússon, lagaprófessor, vertu velkomin hingað til okkar. Það eru margir sem hafa verið að velta því fyrir sér hvort Ísraelsmenn séu að brjóta lög með því að stoppa þessi skip og handtaka alla. Hvað segja lögin þetta og hvernig í raun og veru hægt að bregðast við? Það kannski, má segja að þessu 3 svona lögfræði atriði sem verður að hafa í huga. Það fyrsta lagi, þetta gert á grundvelli Habbans, Ísrael settu Habban, það sem nefnist á ensku naval blockage fyrir meira en 15 ára síðan á Gaza. Í öðru lagi þá verður að líta til aðgerðarinnar sjálfrar, hún fer fram utan Habbansins
og svo það þá meðferðin á þeim sem eru þá tekin höndum hérna í þessari aðgerð. Og ef við skoðum fyrsta atriðið með Habbanið, þá flækir það svolítið stöðuna að hvort að Ísrael teljist hernámsríki á Gaza. Því ef það telst hernámsríki á Gaza, þá það þannig að Habbanið þá á landsvæði sem Ísrael stýrir sem hernámsríki. Þess að Habbanið beinist að því sjálfu. Og það svolítið sérstök staða því Habban á að beinast að óvinveittu ríki. Og ég myndi kannski segja að það væri svona veikasti punktur í þessu. Það lögmæti Habbansins. En nú, þetta mjög flókið mál og eins og við vitum þá opinber tilgangur þessara ferða að fara með neyðarvistir á svæðið. Löglegt að stoppa það? Já, þetta nefnilega góð spurning að ef að það má ekki setja Habban í þeim tilgangi að stöðva þessa fara með neyðarvistir. En Habbanið sett til þess að koma í veg fyrir að vopn berist til Hamas. Þannig að upprunalegu tilgangur, og svo annað að það verður, ef þú ert með Habban, þá verður að halda upp í gagnvart öllum skipum, sama hvað. Þannig að, það eins og ef ég myndi leggja mat á þetta, þá myndi ég setja meiri fókus á lögmæti Habbansins sjálfs heldur en aðgerða sem slíka. Já. Bjarni Már Magnússon, takk fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Við höfum ekki sagt örugglega síðasta orðið þetta mál. Takk fyrir. Nú, umboðsmaður barna hefur sent Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra bréf þar sem hún óskar eftir rannsókn á afdrifum barna sem hafa verið vistuð í meðferðarúrræðum á vegum ríkisins. Langvarandi úrræðaleysi hafi ríkt í málaflokknum og ýmsar vísbendingar að þessi hópur standi höllum fæti í samfélaginu á fullorðinsaldri. Móðir unglingsdrengs með fíknivanda kallar meðferðarúrræði fyrir ungmenni hér á landi skrípaleik. Sonur Ingibjargar á 15. ári. Fyrirmyndanemandi og afreksmaður í íþróttum. Hann æfði með landsliðinu í 5 leikum og var að búa sig undir Evrópumóti í mars í fyrra þegar uppákoma í skólanum var til þess að hann einangraðist og fór að fikta við áfengi. Ég var svo undan búin að óska eftir að fá beiðnir til sálfræðinga og annað og byrjuði strax að óska eftir úrræðum. Og svo einhvern veginn verði alltaf þannig að greiði barnaverndarstarfsmenn, það aldrei neitt nóg þegar þeir eru að reyna að selja bofs það, þau þurfi úrræði og þetta fólk bara svo fasteignasalar að reyna að selja vandibassi sem að þau eru með, sé það mikill að þau þurfi úrræði. Ingibjörg kom tvisvar að syni sínum meðvitundalausum vegna áfengisdrykkju. Fljótlega færði hann sig yfir í harðari efni og var sendur í neyðarvistun á Stuðlum. Eftir að vistuninni lauk ákvað Ingibjörg að fara með drenginn til útlanda á meðan þau biðu eftir úrræði. Það bara eins og það var ekki neitt og það ekki samþykkt inn í meðferð fyrir en ég enda með barnið í 3. skipti meðvitundalausan og meðvitundalausan þá í sólarhring og þá var það náttúrulega út af hættulegri efnum. Hann komst þá í meðferðarúrræði í Blönduhlíð. Síðustu mánuði hefur hann farið inn og út úr meðferðarúrræðum og hefur strokið 30 sinnum. Ingibjörg segir eftirlitið með börnunum lítið sem ekkert. Og svo í gegnum allan tíma þá eru börnin hann bara endalaust í daglegum þannig að börnin ekkert edrú. Þau fara bara að sækja jafnvel fyrir vinina og koma með inn. Og fyrir utan það bara engin meðferðarvinna í gangi. Þetta bara leikrit. Þetta ekki meðferð. Þetta bara skrípaleikur Þetta ekkert annað. Ingibjörg hefur verið í veikindaleyfi frá því í mars vegna veikinda sonar síns. Hún segist langþreytt á að bíða eftir langtíma úrræði og stefnir á að fara með hann til Suður Afríku í næstu viku í árslanga meðferð. Og ég bara, þannig stöðu, ég meina, barnið mitt bara í lífshættu og þetta bara svolítið svona eins og að þú kemur inn á barnaspítala hringsins með barnið í lífshættu nema þú ert alltaf fastur á biðstofunni og þú hittir aldrei lækni. Það sé áfellisdómur yfir kerfi sem virki ekki fyrir þá sem mest þurfa á því að halda. Það þarf að breyta einhverju. Og þetta bara komið gott af lygum og óheiðarleika og að vera að slá ryki bara í augu fólk sem að það sé ekki eitthvað að. Því að það bara klárlega heldur betur eitthvað virkilega mikið að í kerfinu. Og þetta bara okkur sem þjóð bara til skammar. Þetta börnin okkar
Sendinefndir Hamas og Ísraela héldu viðræðum frið á Gaza áfram í dag, 3. daginn í röð. Viðræðurnar eru í borginni Sharm el-Sheikh í Egyptalandi. Fulltrúar stjórnvalda í Katar og Egyptalandi hafa reynt að miðla málum. Í dag bættust sendinefndir Bandaríkjanna og Tyrklands í hópinn. Hamas hefur afhent Ísraelum lista yfir Palestínumenn í haldi í ísraelskum fangelsum sem þeir vilja fá lausa. Forseti Egyptalands greindi frá því í dag að hann hefði fengið þau skilaboð að viðræðurnar gengju vel. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynnti í morgun að stýrivextir bankans yrðu óbreyttir eða 7,5%. Þetta er í annað skipti í röð sem nefndin ákveður að halda vöxtunum óbreyttum. Verðbólga var 4,1% í september og jókst 0,3% stig milli mánaða, en markmið Seðlabankans er 2,5%. Ef við skoðum vextina síðasta árið þá voru þeir 9,25% í lok september í fyrra. Þeir voru komnir í 9% miðjan nóvember og 8,5% í árslok 2024. Í febrúar voru stýrivextir 8%, 7,75% í mars og þeir hafa verið 7,5% síðan í lok maí. Seðlabankastjóri segir enn ekki tímabært að lækka stýrivexti en þrátt fyrir það sé hann bjartsýnn á framhaldið. Já, ekki enn, eins og kemur fram í yfirlýsingu nefndarinnar þá er ekki enn tími til þess. En þetta er allt í rétta átt, eins og við sjáum það, hagkerfið er að kólna, hins vegar er verðbólga enn dálítið há og það sem við kannski erum að bíða eftir er betra jafnvægi bæði fasteignamarkaði og vinnumarkaði. Ásgeir segir peningastefnunefnd samstíga og hún hafi trúað á tillögur hennar muni skila árangri. Töfralausnir séu aftur á móti ekki til. Matnefndarinnar sé að hlutirnir séu á réttri leið. Ferðaþjónustan komi betur undan sumri en gert hafi verið ráð fyrir en hins vegar séu blikur á lofti í sjávarútvegi. Við höfum sérstakar áhyggjur af uppsjávarveiðum. Bæði það var makríl og kolmunna og einnig loðnu. Og þetta er náttúrulega bara einn grein í sjávarútvegi sem hefur verið að skila töluvert miklu til þjóðarbúsins. Nú fallplay fyrir rétt rúmri viku, hvaða áhrif hefur það á hagkerfið í heild sinni? Við möttum aðeins að sjá það. Við metum áhrifin kannski ekki svo mikil. Það veltur kannski því hvað fólkinu sem har sagt upp, hvað það er fljótt að finna aðra vinnu. Þetta er bæði fólk sem var að vinna hjá þessu flugfélagi, einnig hjá flugvöllum. Þannig að við metum áhrifin ekki endilega svo mikil eins og við sjáum núna. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, verkalýðsforystan og talsmenn atvinnulífsins hafa lýst óánægju með þessa ákvörðun peningastefnunefndar í dag. Ég finnst ykkur að það hafi verið komin skilyrði til að lækka vextina? Já, þetta er sannarlega dýrkeypt ákvörðun óbreytta stýrivexti og það er alveg rétt eins og komið fram að hagkerfið er að kólna. Háir vextir eru sannarlega þungur baggi á heimilum landsins og fyrirtækjum og áhrifanna er meðal annars farið að gæta í iðnaði þar sem að við sjáum einfallega samdrátt. Við sjáum það til dæmis á fjölda starfsfólks en þar hefur orðið fækkun í öllum helstu undirgreinum iðnaði núna síðasta árið. En hvaða áhrif mun það hafa að ykkar mati að vextirnir verði áfram í þessum hæðum? Rætur verðbólgunnar eru annars vegar launahækkanir og hins vegar hækkanir á húsnæðisverði og hvað húsnæðismálin varðar og þá erum við einfallega í efnahagslegum vítahring. Háir vextir, og við tökum undir með Seðlabankanum þar, háir vextir, þeir búa ekki til nýja lóðir. Háir vextir flýta ekki ferli skipulagsmála eða einfalda regluverk. Þvert á móti að þá draga háir vextir úr uppbyggingu og þar með viðhalda þessu ástandi. Lausnin þarna er samstillt átak ríkis, sveitarfélaga og iðnaðarins til þess að fara í umbætur, til þess að auka uppbygginguna í takt við þarfir samfélagsins. Seðlabankinn er í dag í rauninni skilinn eftir einn á vellinum með stýrivextina sem sitt eina tæki á ríkisvaldið verður núna að létta undir. Sem betur höfum við fengið skýr merki vilja en það þarf að koma þeim vilja í verk. En svona rétt í lokin, hvernig viljið þið sjá næstu skref og næstu vaxtaákvörðun? Við höfum talið að aðhaldsstigið sé of hátt og þar með sé í rauninni þessi leið of dýrkeypt fyrir samfélagið, það sé hægt að fara aðra leiðir, þannig að við sjáum ekki betur en að það séu öll skilyrði til þess að lækka vexti núna á næsta vaxtaákvörðundegi í næsta mánuði. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, takk kærlega fyrir þetta.
Og að öðru. Fangelsismálastjóri segir óheppilegt hversu margar stofnanir komið að heilbrigðismálum innan fangelsana. Hann tekur undir að pottur sé brotinn í geðheilbrigðismálum fanga og segir að grípa þurfi til forvirkra aðgerða. Fréttastofa hefur að undanförnu fjallað ítarlega geðheilbrigðismál fanga, síðast í Kveik í gær þar sem sagt var frá ungri konu sem talin hættuleg sjálfri sér og hefur því verið vistuð í einangrunarklefa vikum saman. Það er almennt viðurkennt að svona einangrunarvist hefur nú ekki góð áhrif á fólk. Þannig að ég skil þessar áhyggjur og skil þessa gagnrýni en það er bara ekki kannski marga möguleika fyrir okkur þar sem að viðkomandi ekki vistaður á heilbrigðisstofnun. Í þessu tilfelli sé einfaldlega ekki annað úrræði í boði og að almennt sé ekki auðugan garð að gresja í úrræðum fyrir geðsjúka fanga. Heilbrigðismál í fangelsum eru ádálítið mörgum höndum. Það eru margar heilbrigðisstofnanir sem koma að þeim sem er dálítið flókið og kannski ef til vill ekki heppilegt. Það mætti mögulega einfalda heilbrigðismál innan fangelsana og megin reglan náttúrulega er svo að fangi sem dvelur í fangelsi á alveg rétt og sömu heilbrigðisþjónustu og aðrir. Geðhjúkrunarfræðingur hjá Afstöðu segir brotið á mannréttindum geðsjúkra fanga og skoða þurfi hvernig sakhæfismat sé unnið. Svona heildræn stefna í þessum málum, hún er í skötu líki finnst mér og líka þetta, hvað með að koma í veg fyrir að fólk þurfa að fara inn á öryggisgeðdeild eða réttargeðdeild eða í fangelsi og að sami aðilinn sé að dæma hvort út ósakaður eða sakaður hvort þú ferð inn á réttar öryggisgeðdeild eða inn í fangelsin sem að hefur svo með það að gera meðferðarlega séð, geðmeðferðarlega séð og það er svona já, það stangar svolítið á hagsmunir. Fangelsismálastjóri tekur undir að pottur sé brotinn í geðheilbrigðismálum fanga en ekki sé síður mikilvægt að grípa til forvirkra aðgerða. Af hverju ganga mál svona langt? Af hverju þarf einhver að bíða bana af þegar rauð flögg hafa í rauninni komið upp langt skeið? Það er auðvitað áhyggjuefni. Úkraínuher hefur aukið verulega árásir á olíuhreinsistöðvar í Rússlandi og nú er svo komið að sums staðar skortur á eldsneyti. Langar raðir eru á bensínstöðvum og á Krímskaga sem Rússar hertóku 2014 er bensín skammtað. Úkraínuher hefur síðustu mánuði gert árásir á 21 af 40 stærstu olíuhreinsistöðvum Rússlands. Það sem af þessu ári eru árásirnar orðnar 48% fleiri en allt síðasta ár. Þetta kemur fram í samantekt BBC, breska ríkisútvarpsins, sem meðal annars er byggð á yfirförnum myndböndum. Í hreinsistöðvunum er unnin hráolía og breytt í eldsneyti eins og bensín og dísilolíu. Найбільш ефективні санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь. І це суттєво обмежує війну. Úkraínuher hefur gert árásir á olíuhreinsistöðvar langt frá landamærum Úkraínu og Rússlands, meðal annars í sjálfstjórnarlýðveldinu Bashkortostan í 1400 km fjarlægð. Hreinsistöðvum hefur verið lokað í lengri og skemmri tíma vegna drónaárás á Úkraínumanna og almenningur er farin að finna fyrir olíuskorti. В понедельник я простояла порядка 40 минут. Это по длине очередь была где-то метров 500, вот так. Það er ekki aðeins dróna árásir sem valda skorti, heldur eru ástæðurnar einnig árstíðabundnar, til dæmis í landbúnaði og ferðamennsku. Árásirnar eru þó sagðar helsta ástæðan. Dæmi eru að bensínstöðvum hafi verið lokað og sumstaðar eru langar raðir. Á Krímskaga í Úkraínu sem Rússlands hertók 2014 er bensín skammtað og hver viðskiptavinur fær að kaupa 20 lítra í einu. В очереди за бензином приходится стоять около 2 часов, наверное. Плюс не на всех заправках он имеется. Приходится в интернете, в Тинькове обычно смотрю, где есть, либо же ищу талоны.
Я думаю, к Новому году даже и улучшений никаких не будет. Почему? Вся Россия сейчас стала на уши. Вот жена приехала с Архангельска, точно такая же ситуация. На заправках бензина нет. Gul viðvörun í gildi fyrir höfuðborgarsvæðið og Suðurland með vestan hvassviðri og snörpum hviðum. Fólk beðið að tryggja lausamenni. Varað við mikilli ölduhæð við Faxaflóa og talsverðum áhlæðanda. Vöktun vegna mögulegra sjávarflóða var aukin í Suðurnesjabæ. Sjómenn tryggðu báta sína í Sandgerðishöfn þar sem var háflóð rétt fyrir klukkan 7. Veðrun á að slota seint í kvöld á höfuðborgarsvæðinu og í fyrramálið á Suðurlandi. Björgunarsveitir og slökkvilið hafa sinnt fáeinum minni háttar útköllum. Líklegt talið að íslensk stjórnvöld geti fengið undanþágu frá evrópskum reglum erfðabreytt matvæli sem nú verið að undirbúa að taka upp hér á landi. Breytingin snertir 100 vörutegunda, þar á meðal Seriós morgunkornið sem verið hefur á borðum landsmanna áratugaskeið. EES-ríkin, Ísland, Noregur og Liechtenstein þurfa að taka upp þær reglur og tilskipanir Evrópusambandsins sem snerta innri markaðinn, líka matvörur. Þessar gerðir, eins og þær eru kallaðar, að öllu jöfnu teknar upp innan nokkura mánaða eða missera. En það á ekki við 2 reglugerðir erfðabreytt matvæli. Þær hafa beðið í 22 ár. Norðmenn stóðu lengi á bremsunni því þeir vildu strangari ákvæði, en það var annað upp á teiningnum hjá íslenskum stjórnvöldum. Af sögulegum ástæðum mikið af matvælum flutt inn til Íslands frá Bandaríkjunum og þar eru lausari reglur erfðabreytt efni í matvöru. Gott dæmi það Seriós morgunkornið sem verið hefur á borðum landsmanna í áratugi og kynslóðir af íslenskum börnum hafa tínt upp í sig. Þessar reglugerðir eiga þó ekki aðeins við Seriós, heldur 100 annarra vörutegunda á íslenskum matvörumarkaði, þar á meðal gosdrykki og tómatvörur. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ítrekað bent á að þessar reglugerðir hafi beðið ansi lengi eftir upptöku, en nú komin hreyfing á málið. Atvinnuvegaráðuneytið hefur undanfarna mánuði verið að skoða áhrif þessara reglugerða á íslenskan matvörumarkað. Íslensk stjórnvöld stefna á að fá undanþágur fyrir vörur sem yrðu fyrir áhrifum af þessum reglugerðum, þar á meðal Seriós. Og samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru taldar góða líkur á að það náist að landa samkomulagi þetta á næstu vikum eða mánuðum, sem þýðir þá að þessar reglugerðir verða teknar upp innan skamms eftir að hafa beðið í 22 ár. Björn Malmquist í Brussel, hvað veldur því að það núna verið að keppast við að klára upptöku þessara reglugerða? Það er alltaf verið að vinna að því að innleiða reglugerðir sem að koma frá Evrópusambandinu og það eru þetta eilíða verkefni í sjálfu sér. En núna er verið að vinna að því að minnka þennan innleiðingar halla sem að embættismenn kalla. Það er að segja bunkinn af málum sem að bíða eftir að vera tekin upp í lagaumhverfi á Íslandi, Noregi og í Liechtenstein. Núna eru það svona í kringum 600 mál sem að bíða afgreiðslu og þar af eru það bil 50 sem eru eldri en 5 ára. En það aukinn hvati núna og það stendur eiginlega í samhengi við önnur hagsmunamál sem aðalega Ísland og Noregur hafa verið að vinna í gagnvart Evrópusambandinu. Já, eins og verndaraðgerðir og tollaskjól. Já, og reyndar ekki bara það, og það er ekki endilega beint samhengi þetta á milli en stjórnvöld heima og í Noregi. Þau vilja sýna fram á að þau séu áhugasöm að hreinsa upp þessi mál. Norðmenn hafa til dæmis verið gagnrýndir fyrir að þráast við að taka upp svokallaðar orkutilskipanir í langan tíma. Þetta spilar eiginlega allt saman. Það er kannski ekki auðvelt fyrir EES-ríkin að koma hingað til framkvæmdastjórnarinnar í Brussel og segja henni að standa við ákvæði samningsins Evrópska efnahagssvæðisins þegar hægt að benda á að ríkin sjálf séu ekki að uppfylla samninginn hvað þetta varðar. Þessar reglugerðir erfðabreytt matvæli, kannski marki engin tímamót í sjálfu sér, þeir eru hluti af svona stærri mynd og gleymið því heldur ekki að það aukin svona spenna í alþjóðaviðskiptum og alþjóðasamskiptum og auknar verndaraðgerðir líka hérna í Brussel. Við sáum það í gær út af stálframleiðslu. Þar Ísland og Noregur undan þeim verndaraðgerðum. En það er alls ekki sjálfsagt að svo verði þegar næst verður talað slíkt. Takk fyrir þetta Björn Malmquist í Brussel og það má lesa nánar þetta á RÚV.is. Og áfram að öðrum björnum því hópur ísbjarna hefur gert sig heimakominn í yfirgefinni rannsóknarstöð á Kolychin, eyju austur af Rússlandi.
Ljósmyndari sem var á siglingu við eyjuna á dögunum náði drónamyndum af dýrunum. Svo virðist sem þeir hafi hreiðrað sig í rannsóknarstöðinni sem áður hýsti vísindamenn við heimskautarannsóknir. Henni var lokað 1992. Guðrún Sóley, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að bregða okkur til Húsavíkur og sjá hvernig lífið þar hefur breyst eftir að kísilverksmiðjan á Bakka lokaði í sumar og svo ætlum við að fylgja eftir umfjöllun Kveiks frá því í gær og ræða hvað hægt að gera til þess að hjálpa föngum sem eiga við djúpstæðan geðrænan vanda að stríða. Og það ætlum ég að ræða við hann Matthías Matthíasson sem yfir geðheilsuteymi fangelsanna og Önnu Kristínu Newton, sálfræðing hjá Fangelsismálastofnun. Missum ekki af Kastljósi, takk fyrir þetta Guðrún Sóley. Og við ætlum að líta til veðurs núna. Það hægt minnkandi vestlæg 8 á morgun, suðvestan 5 til 13 eftir hádegi og fer að rigna, fyrst suðvestanlands. Það bætir í vind suðvestan til annað kvöld, hiti 5 til 11 stig yfir daginn. Og í íþróttafréttum kvöldsins þá heyrum við hljóðið í Jóni Degi Þorsteinssyni, leikmanni íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem undirbýr sig fyrir mikilvæga leiki í undankeppni HM. Íslenskir keppendur gerðu það gott mót á heimsmeistaramótinu í ólympískum lyftingum og við sjáum allt það helsta úr leik Breiðabliks og Spartak í Evrópubikar kvenna í fótbolta í dag. Og það var helst í þessum fréttatíma að ekkert hefur heyrst frá tónlistarkonunni Möggustínum eftir að hún var handtekin af ísraelska sjóhernum í nótt. Móðir hennar biður til stjórnvalda að fá dóttur sína lausa. Utanríkisráðherra er í samskiptum við milligöngumenn. Umboðsmaður barna fer fram á opinbera rannsókn á afdrifum barna sem dvalið hafa á meðferðarheimilum. Móðir unglingsdrengs sem glímir við fíknivanda segir meðferðarúrræði fyrir ungmenni hér á landi skrípaleik. Stýrivextir verða óbreyttir 7,5%. Seðlabankastjóri segir enn ekki tímabært að lækka þá þrátt fyrir kólnandi hagkerfi. Mikil vonbrigði segja aðilar vinnumarkaðarins. Farið er að bera á eldsneytisskorti í Rússlandi því Úkraínuher hefur aukið árásir á olíuhreinslustöðvar. Á Krímskaga er bensín skammtað. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld en eins og alltaf hjá okkur þá má finna nýjustu fréttir innan RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina af það sem af er þessum degi. Við stöndum vaktina allan sólarhringinn, allan ársins hring, en verið sæl.